að foreldrar sem eiga börn sem gengur ekki vel í skólanum, þau vita ekkit almennilega það að þeim gengur ekki vel. Við sáum það bara þegar var gert í Breiðholtsskóla svona könnun, sett samræmt könnun, það bara, skólinn var búin að halda ykkur allt öðru framheldur en kom út úr því, þegar var gert svona óvænt könnun, samt voru þau búin að undirbúa sig undir þessa könnun sérstaklega, þannig að PISA-niðurstöðurnar kom ekki einu sinni niður á skóla, þannig að skólarnir viti ekki einu sinni hvort að þeim gekk vel í PISA eða ekki. Ef þú átt barn, það bara í skólanum, því bara á endanum útskrifast á 10. bekk, svo heldur það bara áfram sína leið, menntaskólarnir lækka kröfurnar sínar, háskólarnir gera það líka, spurðu háskólakennara hvort að kröfurnar í mjög mörgum deildum hafa minnkað. Fyrir vikið eru bara gengisfulla nám, stanslaust til að börnin komist út án þess að bara falla á prófum. Það er ekkert mat í grunnskólanum sem það komið rauðblikkandi ljós, heyrðu, í 3. bekk, þá er Jón Pétur, hann er ekki kominn svona langt, það þarf bara að stoppa og við þurfum að klára það að byggja þennan grunn sem hann þarf, heldur Jón Pétur bara áfram, mallar áfram og svo er hann bara fínn í íþróttum og bara gaman í skólanum og svo bara endar hann í því, ef hann er í 3. hvert ára endur í PISA, þá endar hann bara þarna á botninum í PISA og veit ekki svona af því að hann er þar. Ef að foreldrar vissu það, þeir eru að borga milljónir ofan, þetta væri barnið þeirra að fengi þessa þjónustu, þá myndu foreldrar segja eitthvað. En þeir hafa bara ekki hugmynd það að barnið þeirra færi ekki þá þjónustu sem það á að fá, leggja þau það ekki á sig að kvarta yfir eitthvað sem þau veit ekki einu sinni